Góðan dag og verið velkomin á málstofuna Þjóð í áfalli, harðindin aldamótin 1700 og afleiðingar þeirra, sem haldin á vegum Hugústaþings 2020. Ég heiti Guðmundur Jónsson, prófessor í sagnfræði og ég mun stýra þessari málstofu. Það er óhætt að segja að árin í kringum aldamótin 1700 hafi verið með erfiðari tímum í sögu Íslands. Börn lærðu það lengi vel í skólum að þá hafi landið verið við það að eyðast, eins og haldið er fram í Íslandssögu handa börnum sem að Jónas Jónsson frá Hriflu skrifaði fyrir margt löngu. Í málstofunni beinum við sjónum að þessum harðindum sem kölluðu svo mikla neyð yfir landsmenn að vel má kalla hana alvarlega samfélagskreppu. Fjölskyldur flosnuðu upp, margir fóru á vergang og allt bendi til þess að verulegur mannfjöldi hafi fallið, verulegur mannfellir hafi orðið. Aldrei hefur jafn stór hluti þjóðarinnar komist í tölu ómaga og þurfamanna og einmitt þetta leyti. Þessi miklu vandræði knúðu dönsku stjórnina til að láta kanna ástandið á Íslandi og var sett á fót svokölluð jarðabókarnefnd sem í sátu Árni Magnússon og Páll Vídalín, en þeir áttu að kanna landshagi með jarðabók, manntali og komið með tillögur til úrbóta. Það er einmitt þessi einstöku gögn jarðabókarnefndarinnar sem að þátttakendur í þessari málstofu hafa fært sér í nyt til að rannsaka hagi landsmanna 1700 og harðindin þar á meðal. Þeir eru ásamt Ingibjörgu Jónsdóttur, landfræðingi, og Björgvin Sigurðssyni, tölvunarfræðingi, í rannsóknarhópi sem vinnur að verkefninu undirstöður landbúnaðar samfélagsins og fræðast má á netinu. Verkefni þetta miðar að því að skoða nákvæmlega og skilja betur grunnstofnanir samfélagsins og starfsemi þeirra, fjölskylduna, heimilið og bændabýlið og það félagslega og efnahagslega umhverfi sem þær bjuggu við í upphafið 18. aldar. En snúum okkur nú að efni málstofunar. Á dagskrá eru 5 erindi, 15 til 20 mínútna löng, hvert sig. Ég byrja á almennum fræðilegum vangaveltum veikleika og viðnámsþrótt samfélaga gagnvart stór áföllum og set þær í samhengi við fæðukreppur á Íslandi. Þá fjallar Árni Daníel Júlíusson sjálf harðindin og útbreiðslu þeirra og áhrif á byggð. Sigríður Jörunsdóttir fjallar framfærslu fátækra og hvernig til tókst með það. Ólöf Garðarsdóttir á svipuðum miðum og ber saman framfærslukerfið í sveitum og sjávarbyggðum í Árnessýslu. Loks fjallar Óskar Guðlaugsson hvort bændur hafi breytt búskapalagi sínu til að bregðast við harðindunum. Ég er hér með erindi sem nefnist veikleikar og viðnám samfélaga í fæðukreppum. Ég ætla að velta því fyrir mér einni grundvallar spurningu samfélag á árniöld sem fræðimenn hafa lengi glímt við. Af hverju bjuggu sum samfélag við langvarandi stöðugleika og sýndu mikinn viðnámsþrótt gegn aðsteðjandi kreppum á meðan önnur voru óstöðug og viðkvæmari gagnvart áföllum og kreppum? Ég mun byrja á því að ræða fæðukreppur á Íslandi og síðan setja þær í samhengi við ákveðna fræðilega umræðu veikleika og viðnám gegn samfélagskreppum í alþjóðlegri fræðaumræðu. Öll landbúnaðarsamfélög fyrir iðnbyltingu þurftu að glíma við áföll eða kreppur sem ollu miklum skaða og jafnvel dauða. Gátu verið auðvitað ýmsum toga, náttúruhamfarir, farsóttir, hallæri og hungursneyðir. Samfélögum gekk mjög misvel að fást við fæðukreppur. Sum sýndu viðnámsþrótt og gripu til úrræða sem milduðu eða jafnvel komu í veg fyrir stór skaða. Öðrum samfélögum gekk verr og urðu fyrir miklum skakkaföllum, til dæmis rýrnun lífskjara, hnignun húsakosts, skertu ræktarland, bústofn og jafnvel varð fólksfækkun. Það fer ekki milli mála að Ísland var sérlega næmt fyrir áföllum á fyrri öldum og samanburðarrannsóknir við önnur lönd hafa staðfest það. Fæðukreppur voru sennilega tíðari og vörðu lengur hér á Íslandi en í mörgum öðrum löndum Evrópu.
og sérstaklega ber að hafa í huga þessar svo kalluð hunguraldir sem svo voru kallaður 17. og 18. öldina. Á þessu myndriti sjást stærstu áföllin í sögu landsmanna á 18. og fram á 19. öldina. Þarna sýndar bæði fæðukreppur eða hallæri og einnig farsóttir. Og línuritið sýnir dánartíðni og þarna má sjá hver eru þessir helstu viðburður í þessari miklu áfalla sögu. Það rís náttúrulega hæst móðuharðindin 1784-86 með bæði farsóttum og hungursneyð. Einnig sjáum við annan stóran topp sem hungursneyðin á 7. áratug 18. aldarinnar. Og þarna eru margir aðri viðburður ýmist harðæri eða farsóttir. Spurningin hvers vegna var Ísland svona berskjalda gagnvart áföllum? Hér ætla ég að ræða fæðukreppur og hungursneyðir en ekki sóttir og náttúruhamfarir og skoða þær út frá hugmyndum hollenska sagnfræðingsins Daniel Curtis sem hann skrifaði í bókinni Coping with Crisis, The Resilience and Vulnerability of Pre-Industrial Settlements. 2 fræðileg viðhorf hafa togast á undanförnum áratugum skýringar eða uppruna á samfélagskreppum og alveg sérstaklega fæðukreppum sem á gömlu íslensku máli voru kölluð hallæri. Áherslur eru auðvitað ólíkar, þetta frekar áherslumunur en það að eitt viðhorfið útiloki annað. Á aðra röndina höfum við orsakir eða þar sem að leitað orsaka utan samfélagsins, einkum í náttúrulegum áföllum, svo sem eins og eldgosum, jarðskjálftum og flóðum, öfgakenndu veðurfari, langvarandi kuldum til dæmis, þurrkum og svo framvegis og svo farsóttum. Þetta eru viðburðir sem gerast utan frá og hafa verkun inn í samfélagið. Svo hitt fræðilega viðhorfið þar sem að menn leita skýringa eða uppruna áfalla í samfélaginu sjálfu, samfélagsgerðinni eða uppskerubresti, fátækt, vanþróun, styrjöldum og ójafnvægi milli fæðu framboðs og fólksfjölda sem skapar þá fólksfjölda þrýsting sem getur leitt til hungursneyðar. Curtis, sem ég nefndi áðan, hann hlynntur síðara viðhorfinu. Hann ekki gefinn fyrir umhverfisnauðhyggju þar sem skýring á áföllum eingöngu leitað í umhverfisþáttum, kólnandi veðurfari eða fólksfjöldaþæki. Hann beinir athygli nefnilega að aðstæðum innan samfélagsins. Og hann sýnir fram á það að sum samfélög sýndu meiri seiglu og viðnámsþrótt en önnur, gripu til úrræða sem gátu mildað eða jafnvel komið í veg fyrir stórskaða, meðan öðrum misheppnaðist að bregðast við á árangursríkan hátt og urðu því fyrir miklum skakkaföllum. Versnandi lífskjörum, húsakosti hnignaði, ræktarland minnkaði og fólki fækkaði. Curtis rannsakaði 9 svæði í Englandi, á Niðurlöndum og á Ítalíu frá síðmiðöldum til 19. aldar. Og hann segir að viðbrögðin við áföllum leiði í ljós veikleika og viðnámsþrótt samfélaga. Viðnámsþrótturinn hann segir til getu einstaklinga hópa eða samfélagsins til að bjarga sér á hættustundum, draga úr skaða af völdum áfallana og rísa upp að nýju. Í honum felst meðal annars að koma í veg fyrir rýrnar lífskjara og fólksfækkun. Viðbrögðin hafa ekki aðeins áhrif á hve víðtæk kreppan verður, heldur einnig hvernig endurreisnin tekst til. Og Curtis spyr hvaða þættir stuðla því að efla viðnámsþrótt samfélaga og hverjir draga úr honum. Og hann kemst að þeirri niðurstöðu, svo ég geri langt mál stutt, að það ekki verndarmáttur ríkisvaldsins, tækninýjungar eða fjárfestingar í atvinnuvegum sem ráða úrslitum seiglu samfélaga eða viðnámsþrótt, heldur
geta samfélaga til að bregðast og forðast kreppur, að hún ræðist mest af uppbyggingu samfélagsins og stofnunum, sér í lagi jarðeignaskiptingu og dreifingu valds, hvort sem það pólitískt vald eða efnahagslegt vald. Að það sé nokkuð jafnvægi milli helstu hagsmunaaðila eða stétta í samfélaginu, svo sem hvernig afnota rétti bænda og jarðeigenda háttað. Slíkar aðstæður, þar sem að tiltölulega jöfn dreifing efnahagslegra verðmæta og jarðeigna sérstaklega, og svo völdin séu tiltölulega dreifð, það ýtir undir hagkvæmar stofnanir, velstarfandi stofnanir, og auðveldar fólki úr öllum stéttum að hafa áhrif á kjör sín og skapa sér lífvænleg lífsskilyrði. Curtis býr til líkan af 4 ólíkum samfélagsgerðum, eitt einkennist af jöfnuði og stöðuleika, annað af jöfnuði og sveigjanleika, þriðja af ójöfnuði og stöðuleika og fjórða af ójöfnuði og sveigjanleika. Þannig að hann að taka þarna 2 breytur með ýmsum samsetningum. Hann skoðar 9 svæði á Englandi og Niðurlöndum og Ítalíu og athuga hvernig þau passa inn í þetta líkan. Og niðurstaðan þessi sem sýnd hér á myndinni, að það má fella þessi 9 samfélög inn í þessar 4 kategóriur og hvernig þau bregðast við, hvaða leiðir nota við öflun og hagnýtingu lífsbjargar, segir mikið til það hver viðnámsþrótturinn er. Sjáum til dæmis þar sem hann telur að viðnámsþróttur samfélag hafi verið mjög mikill. Það þar sem það til dæmis tekur hann dæmi af Oldambt í þessum Gröningen núna á Niðurlöndum eða Hollandi. Þar var jarðeignir voru dreifðar, skekklar voru dreifður akurinn, fólk bjó í þorpssamfélögum og átti sameiginleg verkefni, gátu dreift áhættu og þau hefðu rúm afnot af almenningu. Á hinn bóginn eru samfélög sem hafa mjög lítinn viðnámsþrótt og hann tekur dæmi af landbúnaðarsvæðinni kringum Flórens á Ítalíu, þar sem að mjög fátækir leiguliðar og hjáleigubændur urðu hálfgert ánægðir bændur þéttbýlisbúana og bjuggu við slæm kjör. Þannig setur hann dæmið upp að það eru þessar 2 breytur sem hafa mest áhrif á viðnámsþrótt samfélag, hversu miklar bjargir og sveigjanleika samfélag hafa til þess að bregðast við áhættu og áföll. Hvernig svo fellur Ísland að líkani Curtis? Og hér fer ég bara mjög stutt yfir sögu. Tökum fyrst dreifingu eign og valda. Það má hafa auðvitað langt mál það. En í mjög stuttu máli hægt að fullyrða að á Íslandi á þessum tíma og aldir var mikil samþjöppun jarðeigna á Íslandi. Það voru mjög fáir einstaklingar sem áttu flestar jarðirnar. Kirkja og konungur áttu að vísu mjög stóran hluta. Bændaeignir voru það bil helmingur, en einungis 1200 einstaklingar áttu allar þessar bændajarðir. Allur þorri bænda, það bil 95%, þeir voru leiguliðar. Og það gefur undir fótinn samþjöppun pólitísks valds líka og þetta pólitíska vald var í höndum mjög fámennrar elítu embættismanna og stórjarðeigenda. Hvað þá með stöðuleikan? Hvað getum við sagt stöðuleika íslenska samfélagsins út frá þessum mælikvörðum Curtis? Við sjáum til dæmis að einokunarverslunin, hún tryggði bændum ákveðið skjól fyrir markaðssveiflum, því það var fastur verslunartaxti sem allir þurftu að fara eftir og breyttist ekkit áratugum saman. En hins vegar var ábúðarfesta ótrygg, bændur þurftu ofta að flytja bú sín og þeir höfðu yfirleitt ekki leiguskilmála til langs tíma.
Búskaparhættir líka ýttu undir ótrygga afkomu því að menn treystu mjög á útbeit og það voru miklar sveiflur í fjárstofninum af völdum breytilegs veðurs og svo var líka lítill viðbúnaður gegn áföllum, til dæmis heyforða og kortforðabúr þekktust varla á Íslandi en slíkt var þegar komið upp í sömum löndum hér í kringum okkur. Þannig að mín hraða yfirferð og samanburður við Curtis og Ísland leiðir ljós að hér var mikill félagslegur ójöfnuður, stöðugleiki í ytra umhverfinu en óviss og óöryggi í búskaparlagi manna. Og það gaf undir fótinn eða ýttu undir lítinn viðnámsþrótt samfélags. En auðvitað eru fleiri og flóknari skýringar á viðnámsþrótti Íslands, fleiri koma til greina og hér eru nefndar bara fáeina sem að menn hafa rætt, sagnfræðingar hafa rætt í gegnum tíðina. Landfræðileg lega landsins, einhæfir atvinnuvegir, lágt tæknistig, fátækt, einokkunar verslunin eins og ég nefndi áðan og svo óskilvirt og frekar veikt miðstjórnarvald. Þar sem að litlar svona hallarisvarnir voru viðhafðar. Þannig að þetta eru samanburður við kenningar Curtis hérna í málstofunni og reyndar í rannsóknarverkefninu sem sagði frá áðan. Þá ætlunin að skoða viðbrögð við harðindunum og sérstaklega þá hver viðnámsþróttur einstaklinga, fjölskyldna, hópa og samfélagsins alls gagnvart svona svakalega miklum áföllum eins og urðu þarna aldamótin 1700. Og við spyrjum hvaða ráð höfðu bændur til að mæta harðindunum, hvernig brugðust fjölskyldu viðvaxandi örbirgð, hvernig var framfærslukerfi í stakk búið til að glíma við bjargarskort og hversu skilvirk og árangursrík voru viðbrögð stjórnvalda. Mörgum þessara spurninga verður leitað svara við í málstofunni og líkið á máli mínu og býð Árna Daníel Júlíusson að koma hingað og flytja næsta erindi. Já, komið þið sæl. Ég heiti Árni Daníel Júlíusson, eins og komið þið fram, og ég sagnfræðingur, sérfræðingur við Háskóla Íslands. Ég ætla að halda áfram þessari umfjöllun hörmungatímabilið sem að í þessu erindi það skilgreint 1696 til 1701, það sé tímabil hungursneyðar, en það var undanfari, kemur því og síðar. Þetta eitt versta hörmungatímabil í íslenskri sögu, hungursneyði og kuldar, og það er illa rannsakað eins og aðrar hungursneyðir hér á landi, mikið til af heimildum en þær hafa lítið verið nýttar. Hér verður jarðabók Árna og Páls nýtt til að varpa nýju ljósi á hungursneyðina 1696 til 1701 eða 2, eftir því hvernig skilgreint. En tímabilið 1690 til 1700 var eitt af 3 verstu hungursneyða tímabilum í Evrópu. Þá var hungursneyð til dæmis Frakkland, Ítalíu, Þýskaland, í Skotlandi og öllum Norðurlöndunum og Eistlandi. Og Skotar tala 7 mögur á árin, svo í Biblíunni. Og það var sem sagt líka hungursneyð á Íslandi. Og hún átti sér þennan undanfara alveg frá því miðjan 9. áratug 17. aldar. Hér sjáum við kort af fiskafla á Íslandsmiðum og við sjáum þarna að það svona punktalína. Það hófst fiskbrestur 1685 við Suður- og Vesturland á svæði sem afmarkað með punktalínu á kortinu og það stóð næstu 17 ár til 1703. Öll þau ár nema 3 var eiginlega alveg fisklaust á þessu svæði, þarna Breiðafjörð, Faxaflóa og
austur fyrir Dyrhólaey. Og þetta var mjög óvenjulegt. Þetta sem sagt einstakt, svona langvarandi fiskbrestur. Það hefur aldrei gerst áður að allir fiskur hyrfi af slóðinni á þessum svæðum. En sem sagt fiskbresturinn var ekki komin vegna hafísa, þó hafísin hafi varla hjálpað til. Það var lítill ís í kringum 1690 þegar fiskbresturinn var svo mikill að jafnvel biskupsstjórarnir áttu erfitt með að afla fisks fyrir stólskólana. Árið 1691 var meira sér talið sérlega blítt og gjöfult til landsins en engin fiskur. Og en síðan vindur tímanum fram. Árið 1693 var eldgos í Heklu sem olli miklum búsifjum ofan til í Árnessýslu og Rangárvallasýslu, einkum hreppum og biskupstungum. Margar jarðir þar fór í eyði út af eldgosinu og hörmungunum var ekki lokið. Árið 1695 hófst hafísatímabil sem stóð alveg til 1702. Sjáum þarna kort sem sýnir hafísin eins og hann var vorið 1695. Hann náði næstu því alveg í kringum landið. Það var bara Snæfellsnes og Breiðafjörður sem var auður. Hafið í kringum Snæfellsnes og hafísin náði upp á Mýrar og suður að Látrabjargi á Vestfjörðum. Og þar sem var íslaust í Breiðafirði, þar var fiskilaust. Vorið eftir 1696 var kalt vor og sjáum þarna mynd frá Siglufirði kringum 68 sem sýnir hafís og á öðru ári harðinda þarna 1696 þá fór búfé að horfilla í stórum stíl. Fólk yfirgaf bjargarlaus bú í harðindasveitum og lagðist í flakk. Það flúði til vestsvæða vestanlands þar sem fisk var yfirleitt að hafa í harðindum en nú var þar engan fisk að hafa. Við sjáum þarna töflu sem sýnir einstaka þætti harðindana. Árin 3 frá 1698 til 1701 voru þau allra vestu. Þá voru harðindi allt land og vest voru þau á Norðurlandi. Fjöldi fólks stóð af hungri, hungursneyð og hungursóttir geysið af mikilli hörku. En á töflunni, ef við skoðum töfluna, þá sjáum við að það var fiskbrestur alveg frá 1686 til 1702, mestur suðvestanlands, en það var líka fiskbrestur stundum austanlands og eða norðan. Til dæmis verstu árin þannig 1699 og 1700. Við sjáum líka að hafís var þarna eiginlega flest ár frá 1694 fram til 1702. Fjárfellir var alveg gríðarlega oft á þessum árum. Hann bara alveg eiginlega 10 ár og það fjárfellir alveg frá 1688 til 1701 nema bara 2 ár. Þetta góða ár 1691 og árið 1693 og hungursneyð samfellt frá 1696 til 1702. Þannig að þetta var afar slæmt árferði. Hér sjáum við kort af byggð á Íslandi, Óskargerði og það sýnir jarðir í byggð. Efnahagur byggði á grasframleiðslu sem var nýtt til að framleiða mjólk, mjólkurafurðir af kjöt, fiskveiðar voru einnig mikilvægar. Þetta var ólíkt landbúnaði annars staðar í Evrópu sem byggði mest á kornarækt. En nú skulum við taka eina spurningu. Hversu margir dóu í harðindunum? Það ekki ljóst. Við erum þarna mynd frá Indlandi úr hungursneyð á 20. öld. Ekki mjög falleg. En Jón Steffensen hefur áætlað að íbúum hafi fækkað úr 54.000 í 50.000. Hann
áætlar 4.000 manns hafi dáið. Íbúar hafi verið 54.000 árið 1686 en fækka niður í 50.000 árið 1703. Þetta heldur lágt, finnst manni. Þessi áætlunin kannski undir áhrifin frá hugmyndinni fólksfjöldahámark. Að íbúum hafi ekki getað fjölgað mikið meira heldur en 50.000 á Íslandi á þessum tíma. En við skulum athuga þá, okkur finnst þetta heldur lág tala. Hér til dæmis gögn sem hafa ekki verið mikið skoðað áður. Það heimildir hlutfall eyðibyggðar í framhaldi af harðindunum. Þetta sem sagt jarðabók Árna og Páls frá 1702 til 1714. Út frá henni hægt að reikna út hversu mikil eyðibyggð var í hverjum hreppi þar sem að jarðabókin hefur varðveist, hún ekki til fyrir Austurland og þá þessi niðurstaða sem við sjáum hér á þessu korti. Það mjög mikil mismunur á svæðum. Það mest áberandi hversu vel Vestfirðir og Snæfellsnes sleppa og Dalir líka, Hnappadalsýsla og síðan ýmsir hreppar innanlands, þess fjær ströndinni á Norðurlandi, til dæmis Mývatnssveit, þar fór bara einn bær í eyði og í mörgum öðrum sveitum þarna eins og í Fnjóskadal og Eyjafirði þar fóru fáir bæir í eyði líka. En sem sagt síðan þessi gríðarlega byggðaeyðing út til strandarinnar á Norðurlandi og eiginlega allt Suðurland. Heklugosi hjálpaði ekki til en víðast hvar á Suðurlandi og Vesturlandi í Borgarfirði og Mýrum, Gull, Bringusýslu, Árnessýslu og reynda minni byggðaeyðing í Rangárvallasýslu, en þarna semst mjög mikil byggðaeyðing. Það eins og við sjáum hana að fiskbresturinn hafi kannski hlíft Vestfjörðum, það sem kemur strax upp í hugann sem möguleg skýring. En þetta óvænt að sjá hversu sveitin sem Mývatnssveit koma vel út úr þessu og þetta gefur upp margar nýjar rannsóknarspurningar sem þarf að skoða. Ef við skoðum eyðibyggð eftir sýslum þá verður myndin svona, hún verður ekki skýr, sjáum ekki þessi svæði innan til í Norðurlands, en við sjáum skýrt hversu mikill munur á byggðaeyðingu á Vestfjörðum og Dalasýslu annars vegar og í til dæmis Árnessýslu, Borgarfjarðarsýslu og Rangárvallasýslu og síðan Skagafjarðarsýslu, Eyjafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu. Og getum borið þetta saman við tölu þurfamanna og 1703 sem verður rætt hér á eftir þurfamenn og þar sjáum við svipað mynstur. Það eru fáir þurfamenn í Hnappadalssýslu, Dalasýslu, Barðastrandarsýslu, Vestur Ísafjarðarsýslu, Norður Ísafjarðarsýslu en fleiri í öðrum sýslum. Og ef við leggjum þetta saman þá sjáum við sem sagt hlutfallstöluna, hún svipuð hneigð þessum hlutfallstölum. En nú skulum við reyna að gera okkur grein fyrir hversu margir hafi dáið. Sem sagt 13% bíla frá 1680 voru í eyði 1706. Ef við notum þá tölu beint og gefum okkur að mannfall hafi verið svipað hlutfall á hlutfall bíla sem fór í eyði, 13%, þá gefur það mannfall sem var að minnsta kosti 8.000 úr 58.000 niður í 50.000. Þetta svona alveg lágmarks mannfall út frá okkar athugunum. Nánari skoðun hækkar bara töluna. Það nefnilega vantar tvíbýli
en það verður að áætla fækkun þeirra. Við erum ekki beina tölur til frá þessu tímabili. Annað atriði sem að þarf að athuga, það er að líklega voru íbúar á hverju bíli mun fleiri eftir mannfjölgunartímabil. Og tímabilið 1640 til 1680 var einmitt mikið mannfjölgunartímabil. Það er alveg ljóst, þá fjölgaði íbúar mjög mikið. Fjöldi bíla byggðist upp á þessu tímabili. Förum aftur í, höldum að, berum saman til dæmis tímabil sem við þekkjum, til dæmis 1703 þá voru að meðaltali 6 íbúar á hverju bíli á Íslandi eftir harðindin. Árið 1842 sem var líka eftir svona mannfjölgunar tímabil, þá voru íbúar á hverju bíli 8 meðaltali á Íslandi. Svo við getum til dæmis, við vitum ekki hversu margir íbúar voru á hvert bíli árið 1680, en þeir hafa kannski verið 7, skulum bara reikna með því, og hafi fjöldi heimila þá verið 10.000 eins og margt bendir til, og íbúar á hverju heimila meðaltali, það hafa íbúar verið kannski 70.000. Og það er hægt að rökstyðja íbúafjölda á tímabilinu 60 til 80.000 1680 eftir því hvaða forsendur eru gefnar. Þannig að hver er þá niðurstaðan? Við verðum að endurskoða Jón Steffensen allavega og getum sagt sem svo að íbúum gæti hafa fækkað úr 70.000 í 50.000 út frá því sem við getum best séð. Og niðurstaðan, meiri háttar hungursneyð geisaði í Íslandi 1696 til 1701 eins og svo víða í Evrópu. Orsakir hennar hér voru fiskbrestur, hafís og kuldar sem allt lagðist saman og gerði óvenjulega slæma kreppu. Ekki ljóst hve margir létu lífið, en það líklegast að hafi verið í kringum 20.000 íbúum fækkað á 70 í 50.000. Þá þakka ég fyrir mig og býð Sigríði velkoma. Góðan daginn. Ég heiti Sigríður Hjördís Jörunsdóttir og erindi sem ég flyt heitir Framfærslukerfi í uppnámi. Fyrri hluti ársins 1703 voru embættismenn landsins önnum kafnir við að telja alla landsmenn og hreppstjórar Fljótsdalshrepps voru þar engin undantekning. Samviskusamlega töldu þeir búendur og heimilisfólk þeirra, auk 26 niðursetninga og 45 einstaklinga sem höfðu að þeirra sögn umferð allan hreppinn. Síðastnefnda hópinn höfðu þeir þetta að segja. Hér með er þetta umferðarfólk svo bert og nakið að það sér kann ei brauð að vinna. Þó nokkur vildi það dvelja. Hreppstjórar Fljótsdalshrepp voru langt frá því að vera þeir einur á landinu sem stóðu frammi fyrir þeim vanda að tryggja framfærslu fólks sem var klæðalítið og svangt og gat ekki séð sér sjálft farborða. En líkt og Árni Daníel fjallaði hér þá voru árin 1686 til 1702 þungi skauti fyrir landsmenn með endurteknum harðindum og tilheyrandi neyðarástandi. Árið 1701 var ástandið orðið svo viðsjávert að íslenskir embættismenn sendu ákall til yfirvalda í Danmörku þess efnis að yrði ekkert að gert myndi landið leggjast í auðn á nokkrum árum. Viðbrögð yfirvalda voru á þá leið að fyrirskipað var að rannsókn færi fram á ástandinu til þess að hægt væri að meta alvarleika þess og til hvaða ráðstafana væri hægt að grípa í kjölfarið. Ein afleiðing þessara harðinda var gífurleg aukning á þörf fólks fyrir félagslega aðstoð en samkvæmt manntalinu 1703 var rúmlega 15% landsmanna í stöðu ómaga. Er þar að ræða óvanalega hátt hlutfall miðað við seinni tíma manntöl. Doktorsrannsókn mín snýr að því að skoða fyrirkomulag fátækra framfærslu á þessum tíma.
og tilgáta mín sú að við upphaf 18. aldar sé greinanlegt þrennskonar fyrirkomulag fátækraframfærslu. Í fyrsta lagi framfærslukerfi eins og því lýst í lögbókum miðalda. Í öðru lagi kerfi þar sem niðurseta eins og birtist í fátækralögum á 19. öld virðist vera orðið fyrirferðarmest og að lokum einhvers konar millistig á milli þessara tveggja kerfa. Samkvæmt manntalinu 1703 töldust eins og áður segir rúmlega 15% landsmanna vera ómagar. Í yngri manntölum hlutfall ómaga mun lægra en reyndin við upphaf 18. aldar. Til að mynda var hlutfallið 4,6% árið 1801, 2,9% 1845 og í manntölum frá 8. áratug 19. aldar reyndust alltaf 7,3% landsmanna ómagar, en þá var svona krepputímabil í gangi líka. Athyglisvert að í manntalinu 1703 var hlutfall ómaga í Rauðastrandshreppi í Barðastrandarsýslu meira í takt við hlutfallstölur manntala 19. aldar en aðeins 3,6% íbúar hreppsins taldist til ómaga. Ástandið á Vestfjörðum á undangengnum harðindaárum var aldrei eins slæmt og það var víðast annars staðar. Ég tel að ómagafjöldi í Rauðastrandshreppi og fleiri hreppum á Vestfjörðum sýni hvernig mögulegur fjöldi ómaga hefði verið ef harðindaárin hefði ekki verið þarna árin á undan. Og þá hefði ekki eins margir þurft að leita á náðir hreppsins. Ómagi taldi sá sem ekki gat séð fyrir sér sjálfum en lögum samkvæmt byggðist grunnur framfærslukerfisins á því að hver og einn átti að sjá sig og ættingja sína og náði frændaframfærslan allt niður í 5. lið. Grunnframfærsla hvers einstaklings nákvæmlega skilgreind í lögum og þurfti forsvarsmaður heimilis að hafa þá framfærslu fyrir sig og sitt búalið. Þessi viðmið stjórnuðu því hvort einstaklingur teldist geta séð sér farborða eða ekki og voru nýtt þegar að koma því að ákvarða hvort fólk myndi búa áfram eða ekki. Kæmi til þess að engin ættingi gæti tekið að sér ómaga þá féll framfærslan á hendur þess hrepps þar sem ómaginn átti tiltal. Auk enga og sveitarómaga þá kom stundum fyrir að forsvarsmaður heimilis fengi aðstoð hreppsins til að halda búi sínu gangandi stund. Kölluðust þessir einstaklingar þá þurfabændur og var sú ráðstöfun gerð í vonum að ekki kæmi til þess að allt heimilið enda á hreppnum. Hreppurinn var á þessum tíma samfélagsleg grunneining þar sem lögbýlin voru undirstaðan. Lögbýlisbændur greiddu tíundir og þeirra var að sjá ómaga sem ekki gátu leitað á náðir einhvers ættingja. Í hverjum hrepp þurfti að vera minnstakosti 20 lögbýlisbændur. Við lestur manntalsins kemur hugtakið tiltala oft fyrir en það var notað til að ákvarða skyldur hrepps við ómaga. Tiltalan ákvarðaðist eftir því sem ég best fæ séð aðalega af lengd búsetu ómagans og eða ættingja hans í viðkomandi hreppi en víða má sjá að ómagar áttu tiltölu í fleiri en einum hrepp. Fyrirkomulagið á framfærslu sveitarómagans samkvæmt Jónsbók var nefnt manneldi og fólst í því að ómagar fóru skipulega á milli bæja sem áttu að sjá framfærsluna. Samkvæmt Jónsbók var manneldi með þeim hætti að bændum var skylt að sjá ómaga hreppsins í samræmi við opinbert verðmat jarðarinnar. Bóndi sem bjó á 50 jörð átti að sjá ómaga í 5 nætur eða 1 nótt fyrir hver 10 Ómagar sem gátu sjálfur komið sér á milli bæja gerðu það og voru kallaðir húsgangsfólk.
Bændum bar skylda til að koma ómögum á milli bæja ef færð var slæm eða ef ómagi var sjálfur ófærum að koma sér á milli. Hægt var lögum samkvæmt að sekta þá sem neituðu að taka þátt í að flytja ómaga, fóru illa með hann eða voru valdir að dauða hans. Nokkuð af svokölluðum sýslu ómögum í manntalinu og virðast þetta oft hafa verið einstaklingar sem ekki átti tiltölu í neinum sérstökum hrepp. Mögulega hefur þetta fyrirkomulag líka verið notað á harðindatímum í sýslum þar sem að mikið álag var á framfærslukerfið og þetta úrræði þá nýtt til að dreifa álaginu yfir stærra svæði. Þetta fyrirkomulag til að mynda mjög áberandi í Húnavatnssýslu árið 1703 en 8% af öllum ómögum í sýslunni teljast þar sýsluómagar. Þá má finna dæmi þess að sýslur hafi óskað eftir því að ómagar hennar fengju að ganga enn stærra svæði, samanber ósk embættismanna Skaftafellssýslna þar að lútandi á Alþingi árið 1692. Annað fyrirkomulag á framfærslu sveitaróma var að koma þeim til niðursetu á bæjum hreppsins lengri eða skemmri tíma. Niðursetningar voru margir í manntalinu 1703 og útfærslur á þessu framfærslu fyrirkomulagi með ýmsu móti. Sumstaðar niðursetningi skipt á milli nokkurra bæja og hlutfall ákvarðað eftir dýrleika býlis. Þá misjafnt hversu lengi niðursetningur á hverju bæ, allt frá nokkrum vikum upp í setu allt árið. Þá virðist vera nokkuð algengt að niðursetan vari aðeins yfir vetratíman og þá líkast til gert ráð fyrir að niðursetningurinn sjái sér sjálfum farborða þar fyrir utan annaðhvort með vinnu eða betli. Það aftur á móti ekki á hreinu hvenær farið var að nota niðursetu til framfærslu sveitarómaga. Þetta fyrirkomulag ekki að finna í Jónsbók og þetta þarfnast nánari rannsókna. Niðursetan aftur á móti orðin vel þekkt fyrirbæri á 19. öld þar sem að bændur fá einhvers konar fyrirgreiðslu frá hreppnum til að taka að sér ómaga til setu á heimili sínu. Annað framfærslu fyrirkomulag sem getið í Jónsbók aðstoð við þurfabændur. Hér þá að ræða bændur sem voru á mörkum þess að geta séð sig og sitt búalið. Oft var að ræða einstaklingar sem höfðu mist maka sinn, voru veikir eða höfðu lent í slysi. Auk þess sem oft virðist vera mjög barnmörg heimili að ræða. Frekar en að leysa heimilið upp og þurfa þá að koma öllum heimilismönnunum fyrir á öðrum heimilum hreppsins, þá völdu hreppstjórar að styrkja heimilið þannig að bóndinn gæti áframhaldið að búa og fengu þá þurfabændur úthlutað hlutdeild í svokallaðri þurfamannatíund í formi þess að heimilið fékk matgjafir frá öðrum bændum hreppsins. Hér var alltaf tímabundið úrræði að ræða fyrir þá sem talið var að gætu fljótt og örugglega komist í það að sjá sig og sína. En margar útfærslur á því hvernig þessi aðstoð var framkvæmd sjáanlegar í manntalinu, meðal annars í formi beinnar hjálpar til heimilisins, hjálpar í formi þess að börnum var dreift á önnur heimili hreppsins eða að börn voru skráð sem sveitarómagar en bjuggu áfram á heimili sínu. Í Vatnsneshrepp í Húnavatnssýslu bjuggu árið 1703 212 einstaklingar en heimili þar voru 32. Ómagar hreppsins voru rúmlega 20% allra hreppsbúa. 11 þeirra voru niðursettir á bæina, 10 konur og 1 karl á aldrinum 12 til 64 ára. 6 konum á aldrinum 2 til 81 árs var fylgt á milli bæja eða þær fluttar. Þar voru eina mæðgur, móðirinn 25 ára og dóttirinn 2 ára. Tvisvar nefnt að einhver þessara 17 einstaklinga hafi verið veikur. Stærstur hluti ómaga Vatnsneshrepps eða rúmlega 60% þeirra sáu sjálfur að koma sér á milli staða og var þar jafnt kynjahlutfall að ræða.
Þessir einstaklingar voru á bilinu 7 til 65 ára. Tvenn hjón voru í þessum hóp ásamt og áttu önnur þeirra 3 börn á aldrinum 8 til 12 ára sem að einni fóru á milli með foreldrum sínum. Einni var í hópunum maður með 10 ára gamlan son sinn og annar með 20. Þarna er líka að finna systkinahóp, stúlku 9 ára og dreng 15 ára. Samkvæmt upplýsingum fyrirkomulag niðursetunar í Vatnsneshrepp sem að finna í jarðabók Árna og Páls, þá tóku 26 af 32 bæjum hreppsins þátt í niðursetunni. En algengast var að þeir tækju niðursetning í 10 vikur í senn, en í sumum tilfellum skipta heimajörð og hjáleigur með sér þessu tímabili. Í tilfelli eins bæjar er talað að niðursetan þar sé eins mikil og ábúandinn megnar. Ofan á álag vegna hreppsómagana bætti svo álag vegna þeirra einstaklinga sem gengu alla sýsluna eins og áður var nefnt. Þessi 8% höfðu rétt á að dvelja á bæjum í Vatnsneshrepp eins og í öðrum hreppum sýslunar. Í syðri Reykjadalshrepp í Borgarfjarðarsýslu bjuggu árið 1703 202 einstaklingar en heimili hreppsins voru 26 talsins. Sveitarómaðarnir voru 18 karlar og 21 kona og aftur rúmlega 20% íbúa á framfærslu. Af þessum 39 ómögum voru 15 þeirra einnig skráðir sem ómaður í öðrum hreppum sýslunar. 9 voru skráðir í 2 hreppum og 6 þeirra í 3 hreppum. Mikill samgangur virðist hafa verið á milli hreppa í Borgarfirði og álagsdreifing ómaga á þessu svæði vel sjáanleg í manntalinu. Þá völdu hreppstjóra syðri Reykjadalshrepps ýmist að leggja til tíundir, niðursetja eða flytja börn 5 húsráðenda í hreppnum, þannig að meiri líkur yrðu á að þeir gætu við sínar heimilishýrur lafað. Þannig að síður kæmi til þess að heimilið þyrfti að leysa upp með auknum kostnaði fyrir hreppinn. Börn þessara bænda voru 22 talsins á aldrinum 2 til 19 ára. Og í manntalinu eru þau öll skráð á heimilum foreldra sinna en einnig eru flest skráð á ómagalista hreppsins. Þannig að þessi heimili fá í raun stuðning til þess að framfæra börnum sínum heima við. Hreppstjórinn syðri Reykjadalshrepps þótti ástæða til þess að greina sérstaklega frá því í manntalinu hvers vegna svona mörg börn voru sett á hreppsframfæri. Segja þeir það hafa verið vegna misæris og harðinda og að hafi því reynst nauðsynlegt að taka þessi börn á framfæri hreppsins. En þeir óttist hafa að þetta muni fara illa og biðja Guð forsjár í málinu. Íbúar Seltjarnarneshrepps í Gullbringu sýslu voru 606 á 102 heimilum. Ómagar hreppsins voru 131, rúmlega helmingur þeirra konur og tæplega helmingur karlar. Mikið var að fámennum heimilum í hreppnum oft hjón með 1 barn. Fyrirkomulag fátækrahjálpar í Seltjarnarneshrepp var að því mér virðist í megindráttum tvennskonar. Annars vegar var fólki komið fyrir í umsjá 1 til 3 bænda sem sáu viðkomandi niðursetning. Í þessum hópi er mestum að ræða veika einstæðinga, auk þess sem í þessum hópi eru 3 ekkjur og 2 þeirra með börn sín með sér. Hins vegar er að ræða einstaklinga sem eru sagðir vera þar til húsa og fái framlag frá hreppnum. Flestir sem eru í þessum hópi eru ýmist heilbrigðir einstæðingar eða ekkjur með 1 til 3 börn. Hér er líka að finna 2 fjölskyldur báðar með 2 börn. Það að láta ómaga hreppsins ganga á milli bæja var lítið notað til framfærslu í Seltjarnarneshreppi en aðeins 2 konur eru sagðar flytjast hreppinn. Af samanburði á framfærslu fyrirkomulagi fyrrgreindra hreppa er augljóst að nokkur sveigjanleiki var í því hvernig einstakar hreppstjórnir
höndluðu þetta fyrirkomulag. Í Vatnsneshrepp megin hluti ómaðana á ferðumhreppin þar sem mikið af smærri fjölskyldum að ferðast, jafnvel hjón með gift börn. Þar virðist annarkvort ekki hafa verið gripið til þess ráðs að reyna að halda bændum við bú sitt með þurfamanna aðstoð eða þá að það hafi verið búið að reyna það ráð en það hafi ekki tekist. Þessum fjölskyldum hefði hæglega verið hægt að útvega hús í hreppnum því að nokkur býli hefði farið þar í eyði rétt í kringum 1703 og voru í eyði þegar að manntalið tekið. Hreppstjórar Syðri Reykjadalshrepp virðast leggja sig fram að reyna að halda heimilum saman með því að styðja barnmargar fjölskyldur í vanda. Ýmist þannig að niðursetja hluta barnanna eða láta flytja þau sveitina og veita síðan fjölskyldinu fjárhagslega aðstoð. Þannig koma þeir í veg fyrir að álagið á fátækrakerfið verði meira en orðið er. Margir ómaðar hreppsins voru einnig á framfærslu í einum eða fleiri nágrannahreppum og þannig dreifðist álagið enn frekar. Hreppstjórar Seltjarnarneshrepp dreifa veikari ómögum til niðursetu að því virðist til lengri tíma og á þá bæi sem áttu lögum samkvæmt að taka þátt í fátækrahjálpinni. Mjög fáir á þvælingi á milli bæja og svo virðist en þeir hafi lagt sig fram að styðja ekkjur fjárhagslega til að halda heimilum sínum saman frekar en auka álagið á kerfið með því að koma þeim í niðursetu. Þessi 3 hreppar eru að mínu mati dæmi þessi 3 kerfi sem ég nefndi í byrjun. Vatnsneshreppur heldur sig við framfærslukerfi miðalda þar sem þeir sem ekki komast undir vernd ættingja fara á ábyrgð hreppsins og þurfa að fara bæja á milli til þess að afla sér lífsviðurværis. Seltjarnarneshreppur virðist vera komin lengst í 8 framfærslukerfi 19. aldar þar sem niðursetan orðin helsta formið og loks virðist fyrirkomulagið í Syðri Reykjadalshrepp vera einhvers konar millistig þar sem að mestu hefur verið fallið frá framfærslukerfi miðalda en lögð áhersla á að styðja frekar við heimili í vanda auk þess að hreppar í Borgarfirði virðast hafa hjálpast við að dreifa álagi yfir stærra svæði. Í því formi að fleiri hreppar sjái ómaðana. Nú hef ég lokið mínu máli og býð ég næsta fyrirlesara í pontu. Já, komið sæl. Ég heiti Ólöf Garðarsdóttir og prófessor í sagnfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Og ég ætla hérna að, eins og félaga mínir, að tala aðeins fátækraframfærslu og framfærslumálin almennt á fyrirhluta 18. aldar. En ég kalli erindi mitt íbúðaþróun og fátækraframfærsla í manntölunum 1703 og 1729. Nú getum við náttúrulega velti fyrir okkur að hvort að tímabilið þarna í upphafi 18. aldar geti talist dæmigert fyrir íslenskt landbúnaðarsamfélag. Að verundunum sem að fóru hér á undan að þá getum við allavega leita því líkum að svo hafi ekki verið. Þetta var trúlega eitt mesta harðindaskeið í sögu landsins. Og eins og Árni Daníel benti líka á að þá var þetta mikið harðindaskeið jafnframt í mjög mörgum löndum í vestan- og norðanverðri Evrópu. Ef við lítum svo til árana þar á eftir að þá verður mikið mannfall hér á landi undir lok fyrsta áratugarins með Stórubólu, faraldri sem gekk þá. Aftur á móti vitum við líka að á þriðja áratugur aldarinnar þá voru skilyrði mjög hagfellt, veðurfar gott, íbúafjöldin minni, samsetning mannfjöldans nokkuð önnur og það er nokkuð sem ég ætla að tala hérna á eftir og það þýddi í raun og veru þessu gamla landbúnaðarsamfélagi meira jarðnæðarlaust til ábúðar. Og það sem ég ætla að tala hérna á eftir, eða leggja áherslu á eftir, er að skoða ómaðabyrðina bæði í manntalinu 1703 og svo í manntalinu 1729 og ræða aðeins tilurð breytts framfærslufyrirkomulags, skoða helstu lýðfræðilegar breytur sem að gefa okkur vísbendingar aðstæðurnar, bæði í upphafi aldarinnar og svo á þriðja áratugnum.
Ég ætla að fara hratt yfir sögu hérna. Ísland hefur lengi vakið athygli erlendra fólksfjöldafræðinga og það má eiginlega segja að strax með tilkomu Cambridge-hópsins svo kallaða á 7. áratug aldarinnar að þá hafi Ísland verið tekið sem dæmi mjög ýkt fyrirkomulag eða mjög ýkt norðvestur evrópskt mynstur, bæði hvað varðar hjúskap, þar sem að bæði Hænal og Laslett og Richard Wall bentu á að Ísland væri í raun og veru hið ýktasta dæmið þetta fyrirkomulag sem að sér í norðan- og vestanverði Evrópu, það að segja þar sem að tiltölulega fáir einstaklingar ganga í hjónaband og þar sem að þar að leiðandi hlutfall þeirra sem aldrei giftast tiltölulega hátt. Að samanskapi Ísland talsvert ýkt dæmi þessa norðvestur evrópsku heimilisgerð þar sem mikið vinnufólk sem að hefur aldrei gifst. Síðan eru nokkur önnur atriði sem hefur bent á varðandi Ísland, meðal annars Laslett sem að setti fram kenninguna nuclear hardship í lok 8. áratugarins og þar sem hann benti jafnframt á að Ísland væri nokkuð skýrt dæmi það sem hann kallaði nuclear hardship, þar að segja fyrirkomulag þar sem að aldraðir gátu yfirleitt ekki sest í bú barna sinna þegar aldurinn færðist yfir og heilsan tók að bila, heldur neituðust þeir til að hokra áfram einir á bílum sínum þangað til að hreppurinn eða sveitin tók við þeim. Og svo annað sem hefur líka vakið athygli margra fræðimanna, bæði íslenskra og erlendra, og það hið skakka kynjahlutfall sem við sáum á Íslandi, einkum á 18. öldinni en líka á 19. öldinni. Þessi mynd nokkuð áþekk því sem að Árni Daniel varpaði upp áðan og eins og Sigríður líka bent á að þá var afskaplega hátt hlutfall mannfjöldans í stöðu ómaga í manntalinu 1703 og ef þið skoðið þarna síðustu súlurnar að þá hafið þið allt landið undir og þar sjáið þið þessa appelsínugulu línu sem sýnir að rúmlega 15% þjóðarinnar voru í stöðu ómaga. Það þarna gul súla yfir þá sem voru heilsuveilir og ég sé núna að það virðist ekki sjást þarna legendið á þessum gul og rauðu súlum en gulu súluna sýnir hlutfall heilsuveilra í manntalinu 1703 og svo eftir þessi rauðu súlur sem nú ekki margar sýnir sveitarómagan í manntalinu 1729 og þið sáu þarna á síðustu 3 súlunum að hlutfall sveitarómaga í manntalinu 1729 innan við 3%. Þannig að þarna mikill munur á. Maður velti fyrir sér af hverju. Manntalið 1703 var bara tekið í 3 sýslum og þar að leiðandi sjáu þið bara þessar rauðu súlur á 3 stöðum og það fær afskaplega lítið fyrir þeim miðað við þessar appelsínugulu súlur sem að sýnir ómaga framfærst, eða það að segja hlutfall ómaga eða sveitarómaga eftir sýslum á landinu. Ég mun aðeins koma nánar inn á ástæður þessara munar en það kannski rétt samt hér í upphafi að benda á það að eins og Sigríður bent á núna rétt áðan að þá var framfærslufyrirkomulagi mjög mismunandi eftir svæðum og jafnvel þótt að hreppstjórar og sýslumenn fengju ítarlega leiðbenningar þegar manntali stóð fyrir dyrum að þá fara þeir svolítið sína leiðir í því að flokka fólk. Og Austur-Skaftafellssýsla sem þarna fremst með yfir 3/3 íbúana í stöðu ómaga, hún afskaplega sérstök að því leitinu til að Austur-Skaftfellingar þeir telja í raun og veru skyldu ómagana með ómögunum. Það að segja öll börn, undir fermingaraldri og svo gammalmennin sem voru gjarnan afi og amma barnanna eins og segir sem staðar í manntalinu. Þannig að þetta líka svona ákveðin svona heimildavandi sem við stöndum frammi fyrir þegar við notum manntali sem vísbendingu ómaga eða ólíka ómaga byrði og fjölda ómaga. Þetta línurit kallast nú svo lítið á við línurit hans Guðmundar í upphafi. Þarna sýni ég annars vegar dánartíðnina, það þessi rauða brotnalína sem að Guðmund var með í sinni glæru og þar sjáum við náttúrulega þessi miklu harðindaskeið á 18. öldinni. Við sjáum ekki 1703
því við höfum ekki upplýsingar fæðingar og dauðsföll í manntal, fyrir þetta tímabil. En þið sjáu þarna miðbik 18. aldar, það var mikið harðindaskeið og svo náttúrulega móðuharðindin þarna eftir 1780. En það sem við sjáum líka þarna á þessu myndriti, að það er fæðingartíðnin, það er heila rauða línan. Hún sveiflast talsvert miklu meira heldur hún gerir í mörgum öðrum löndum. Og eins og þið sjáuð að þá er í þessum harðindaskeiðum á 18. öldinni þá fellur frjósemin talsvert mikið. Og það er náttúrulega þekkt fyrirbæri í fólksfjöldafræðinum, það er að segja að í hungursneyðum að þá lækkar frjósemin alla jafna. En hvað gerist svo í kjölfarharðindina? Jú, fæðingartíðnin hækkar og tiltölulega hratt. Og það er gjarnan náttúrulega skýrt með því að þarna losnar jarðnæði til ábúðar. Fólk hefur möguleika á að giftast og stofna til heimilis fyrir heldur en var við tímabil þar sem að fólksfjöldapressa eða fólksfjöldaþrýstingur var mikill. Og þið sjáum þarna líka mannfjöldan, það er á hægri ásnum og þið sjáum þarna hvað mannfjöldin fellur mikið í þessu harðindaskeiði. Áður við tölum nánar ómagana, að þá er rétt að skoða aldurssamsetningunni í manntalinu 1703 og 1729 og brotnalínan er 1703 og þið sjáum þarna að börn er afskaplega fá í manntalinu 1703. Þegar maður skoðar þetta fyrst, þá dettur maður alltaf fyrst í hugað að þarna hafa átt sér stað eitthvað konar vantalning. En ef við skoðum hins vegar mannfjöldan eins og hann kemur fyrir í manntalinu 1729 þá sjáum við það að einmitt þessir árgangar sem voru á aldursbilinu svona 0 til 8-9 ára gamlir að þeir eru afskaplega fáir í manntalinu 1729. Og ég hef í fyrir rannsóknum mínum reynt að tengja þessi manntöl saman fyrir Árnessýslu og það kemur í ljós að það vantar ekki fólk í manntalinu 1703 þegar maður tengir saman íbúana í þessum tveimur manntölum. Það sem er líka áhugavert við þessar tölur, og mér langar til að benda ykkur á það áður en við höldum áfram, að það er tiltölulega hátt hlutfall aldraðra í manntalinu 1729. Þið sjáu þarna vissulega eru 70 mjög margir og það er nokkuð sem við þekkjum náttúrulega vel í fólksfjöldafræðinum, það er svo kallað age heaping, þar sem að mjög margir standa á tug, þar sem mjög margir 60 eru mjög margir 70 en færri 69 ára og færri 71 árs. En ef við lítum bara framhjá þessu þá sjáum við það að allavega í samanburði við manntali 1703 að þá eru þessir öldruðu talsvert margir og ég kem aðeins inn á þetta aðeins seinna í fyrirlestrinum. Mín tilgáta er eiginlega sú þó að hún sé ekki efni fyrirlestrarins að það gæti verið mögulegt að þessi miklu fjöldi fólks sem þetta gamall þar að segja þessir einstaklingar eru fleiri heldur en þeir sem eru á 60-aldri til dæmis geti stafað að því að þegar bólusóttin gekk yfir að þá hafi einhver hluti þessa fólks sem er 70 í manntalinu 1729 verið ónefnt fyrir bólusóttin, hafa fengið bólusótt á fyrir skeiðum. En nú þekki ég ekki bólusóttar faraldrana á 17. öld sérstaklega vel en það væri gaman að heyra eða hvað félagi mínu segja það. Ég talaði það áðan að kynjahlutfallið gæti verið vísbending harðindi og hungursneyðar og það er nokkuð sem er vel þekkt fyrirbæri líka í mannfjöldafræðunum. Kynjahlutfallið er yfirleitt reiknað sem karla á hverjar 1000 konur og eins og þið sjáið þarna að þá eru tiltölulega fáir karlar á hverjar 1000 konur í öllum þessum manntölum, þar að segja 1703, 1729, 1769, 1785, 1801 en munurinn er ekki eða kynjahallinn er ekki sérstaklega mikill 1840 eða rúmlega 900. Samanburður við önnur lönd, maður sér sjaldan kynjahalla sem lægri heldur en 900. Í harðindunum í Svíþjóð til dæmis í upphafi 18. aldarinnar að þá fór kynjahallinn niður í 900. Og eins og þið sjáum þarna þá hann 831 kona á 1000 karla í manntalinu 1703
og verður ekki lægri nema þá í manntalinu þarna 1785 í kjölfar móðuharðindana þar sem að dánartíðnin var líklega meiri heldur en hún var í harðindunum í aðdraganda 1703 manntalsins. En hverjir voru þá þessi sveitaómagar? Hér hlutfall, þar að segja sveitarómagar af 1000 íbúum í hverjum aldursflokki fyrir 5 ára aldursbil, bæði í manntalinu 1703 og 1729. Ef þið hittir fyrst á manntali 1729 þá sjáu þið það að það er nánast engir sveitarómagar í Árnessýslu yngri heldur en 65 ára eiginlega. Það eru nokkra konur þarna í aldurshópnum 50-64 ára. En það er ekki fyrir enn í aldurshópanum eftir 65 ára aldurinn þar sem að sveitarómum fjölgar. Og þið sjáu þarna að 20% eða nær 20% kvenna í aldurshópnum 65-74 ára er í stöðu ómaga en það bil 40% í aldurshópnum 75. Samanborið við manntali 1703 þá er þetta frekar lágt. Eins og sjáu þá eru þessir elstu, 75 ára og eldri, nær 2/3 hlutar þeirra eru í stöðu sveitarómaga á þessu tímabili. En það sem við sjáum líka, sem er kannski mest eftirtektarvert, er svo staðreynd að fólk sem yfirleitt er á góðum vinnualdri, að það er mjög fjölmennt í stöðu ómaga í manntalinu 1703. Þess að 15-24 ára, akkurat aldurinn þar sem fólk er yfirleitt í vinnumennsku og við sæmilega góða heilsu, að það er næstu þriðjungur bæði karla og kvenna í stöðu ómaga. Ég ætla ekki að sýna ykkur súlurit sem að sýnir vinnuhjú, en það er hægt að spegla vinnuhjúin svolítið í þessum kurvum. Það er að segja, vinnuhjúin eru mjög mörg í manntalinu 1729 og þessum aldrei 15-24 mjög fá í manntalinu 1703. Ég ætla hins vegar að sýna ykkur það sem ég er stundum kallað headship ratio í mannfjöldafræðanum. Það er að segja hlutfall þeirra sem er í stöðu húsráðanda eftir kyni í báðum manntölunum. Og þarna vil ég aftur vekja kannski sérstaklega athygli á konunum. Eins og við töluðum áðan þá er kynja hlutfalli skakt á þessum tíma sem leiðir náttúrulega til þess að konur er yfirleitt í viðkvæmari stöðu. Það er að segja að það eru það fáar konur miðað við karla að þær eru gjarnan eiga þess ekki kost á að giftast. Það er reynilega ekki nóg mikið frambað á þessum hjónabandsmarkaði og þar að leiðandi eins og þið sjáu þarna í súlritinu fyrir 1703 að þá fer hlutfall kvenna sem er ýmist í stöðu húsráðanda eða maka ekki nema rétt yfir 50% í aldurshópnum 40-44 ára. Þetta samanborið við nær 80% 1729. Þannig að þetta er ein vísbending líka þessi harðindi sem eru þarna í upphafi 18. aldar, það er að segja lágt hlutfall fólk sem getur eða er í stöðu húsráðanda. Hérna er svolítið meiri tölfræði til þess að bera saman ómagana í Árnessýslu. Ég valdi Árnessýslu af því að það er stærsta sýslan í manntalinu 1729 og þar er manntalið jafnframt langt nákvæmast samanborið við Rangárvallasýslu og Hnappadalssýslu sem eru hinar tvær sýslurnar í manntalinu 1729. Þið sjáu þarna að íbúafjöldin er mun minni í manntalinu 1729 og 1703. Þarna mætti ætla að fólk ætti betri kost á að stofna til heimilis, skipta sig og þess háttar. Heimilin eru heldur fleiri heldur en í manntalinu 1703, þó ekki miklu fleiri. Það var svolítið áhugavert að spekla þetta svolítið í fyrirlestrinum eða niðurstöðunum hans Árna Daniels. Meðalstærð heimila er meiri í manntalinu 1703 eða hærri í manntalinu 1703 sem kemur náttúrulega ekki óvart. En nú ber að hafa í huga að hérna reikna ég heimilin út frá öllum íbúafjöldanum og fjölda bíla. En eins og Sigríður bent á áðan að þá er náttúrulega margir af þeim sveitarómögum sem að umræðir þessu
í manntalinu 1703 að þeir eru alls ekkert tengdir við heimili, heldur eru þeir á nokkuð skona skipulöðu flakki, húsgangi, þar sem að þeir í raun og veru betla sér til framfæris. Þannig að í raun og veru má kannski segja að heimilin eru kannski ekki mikið stærri heldur en 1729 en það er fleira fólk sem eru utan heimila alla jafna. Ómagar per heimili, þarna sjáum við gífurlega mun. Ef við jöfnum ómögunum bara niður á heimilin í sveitinni, þá sjáum við að það koma 1,5 ómagi í hlut hvers heimilis í manntalinu 1703 en einungis 0,2 í manntalinu 1729. Og nú langar mig til að biðja ykkur að mun eftir því sem ég sagði fjölda aldraðra í þessum 2 manntölum. Þið munið það að við töluðum það í 1729 að þar voru aldraðir mjög margir, hlutfallslega margir og þeir eru hlutfallslega margir miðað við mjög mörg önnur manntöl líka á 19. öld. Hvort að ástæðan svo að þetta fólk slapp við stóru bólu betur heldur en aðra aldurshópar skal ég láta ósagt. En staðreyndin hins vegar svo að það sem við kallum Old Age Dependency Ratio, það er að segja hlutur aldraðra af fólki á vinnualdri. Þetta sem sagt, maður deilir bara sem sagt fjölda þeirra sem eru yfir 65 ára upp í þá sem eru 15 til 64 ára. Þetta er mjög almenn aðferð sem er notið í dag til þess að leggja mat á framfærslubyrði í samfélögum. Að hún er ekki nema 0,07 í manntalinu 1703. Það eru sem sagt tiltölulega fáir aldraðir í þessu samfélagi, tiltölulega fáir aldraðir á hvern vinnandi mann. Samanborið við 0,22 í manntalinu 1729. Og þetta hlutfall mjög hátt. Ég er þarna með manntalið 1841 til samanburðar og það má eiginlega segja að næstum því alla 19. öldina þá er þetta hlutfall 0,12. Það er að segja að það er sem sagt 0,12 aldraðir, 65 ára og eldri á hverja 15 til 64 ára á hvern vinnandi mann í raun og veru. Þannig að þetta ætti nú að gefa okkur vísbendingar það að ómagabyrðin ætti að vera talsvert mikil í manntalinu 1729. Allavega samanborið við 1703. Ef við göngum út frá því að ómagarnir hafi fyrst og fremst verið aldraðir sem ekki hafi getað sest í bú barna sinna, eins og gjarnan var á þessum tíma. Í lokin hef ég eitthvað tíma. 5 mínútur viðbót. Sveitarómagar í einstökum hreppum í Árnessýslu. Við tölum það áðan að Árnessýsla, sveitarómagar voru 20% mannfjöldans í Árnessýslu heldur hærri en annar staðar og það sem þið sjáið er í raun og veru hlutur karla og kvenna sem voru í stöðu ómaga eftir hreppum í Árnessýslu. Ég hafði einhvern veginn svona gert mér í hugalind að þetta hlutfall gæti verið hærra í sjávarútvegshreppum. Það var gjarnan talað það eins og Árni Daniel bentur líka á að fólk flyktist oft niður á sjávarsíðunni þegar harðnaði ári og maður hefði þar að leiðandi geta búist við fleiri ómögum þar. Það var allavega ekki við konur en kannski heldur fleiri karlar en þetta alls ekkert einhlítt með ómagabyrðin eftir hreppum. Síðan þetta atriði sem að Sigríður voru búin að fara svolítið inn á líka að það var afskaplega mismunandi hvernig fólk flokkaðist eða hvernig hreppstjórar og sýslumenn flokkuðu sína niðursetninga eða sína ómaga. Og manntali 1703 í Árnessýslu sýnir afskaplega mikinn fjölbreytileika og það er afskaplega mikið nákvæmni í því hvernig fólk flokkar niðursetningana. Hérna er dæmi Hrunamannahrepp. Þetta eru eiginlega 3 listar sem þar eru yfir sveitarómaga. Það er annars vegar þeir ómagar sem eru hér í sveit niðursettir á alla bæi og er á sumum bæjum 2, sumstaðar 1 niðursetningur sem best henta þykir eftir fjármagni og formegan manna. Þetta eru 73 einstaklingar í Hrunamannarhreppi.
Og svo eru þessir húsgangsmenn, eða þetta húsgangsfólk, þetta eftirskrifaða fólk, er hér á sveit umfarandi utan allra niðursetninga. Þetta sem sagt til viðbótar við þessar 73 niðursetninga erum við þarna með umfarandi fólk, 37 manns. Utan sveitar húsgangsmenn eru hins vegar eiginlega engir, en hreppstjórinn sér sig knúinn til þess að nefna að þarna hafi bréfmaður verið nóttina fyrir páska. Ölfushreppurinn, sjávarútvegshreppurinn sem við tökum hérna sem dæmi, að hann sýnir nokkuð svipaða mynd nema hvað og utansveitar húsgangsmenn sem að gistu í Ölfusi næstu nótt fyrir páska eru 33, langt flestir af þeim sem taldir eru þarna, og þeir eru flestir í Þorlákshöfn, þar að segja í sjávarútvegshreppnum. Og þetta rímar nokkuð vel við það sem við Loftur skrifum samanburðin á sjávarútvegshreppum í Gullbringusýslu annars vegar og svo sveitarhreppunum í Árnessýslu í grein okkar í bókinni Manntali 1703. Já, að lokum að þá er þetta með augnabliksmyndina. Ómagarnir í Manntalinu 1703 eru fleiri en í öðrum manntölum. Og þetta þrátt fyrir það að hlutur aldraðra hafi ekki verið mjög mikill í Manntalinu 1703. Kynjahlutfallið var mjög lágt sem er ein birtingarmynd harðinda og rennur stoðum undir aðra rannsóknir sem tala tímabilið sem mikið harðinda og hungurskeið. Það er greinilegt á Manntalinu að það er erfitt að halda saman heimilum. Ein vísbending þetta er lágt hlutfall fólks í stöðu húsráðenda, jafnvel fólks á besta aldri. Og svo er þetta atriði sem að Sigríður myndist líka á, það er að segja að Manntalið 1703 gefur okkur vísbendingar það að þarna er að ræða framfærslukerfi eða nýtt framfærslukerfi í mótum þar sem að horfið er frá fátækraákvæðunum í miðaldalögunum sem gerir fyrst og fremst ráð fyrir húsgangi til niðursettu fyrirkomulagsins í fátækralögunum sem voru samþykkt 1834. Og hér með líki máli mínu og býð Óskar, velkomin. Já, komið sæl. Ég heit Óskar Guðlaugsson og ég er annar tveggja doktorsnema í þessum rannsóknarhóp. Og erindi mitt heitir Forði í fríðu, bústofn bænda að harðindum loknum. Þannig að ég er áfram að skoða eins þetta tímabilið, þetta samhengi, sem sagt, frá 1703 nú að lokna þessum harðindi sem hefur verið talað og það er þannig að þetta verkefni er rauninni svona lítil rannsókn sem að er þannig til komin að eitt mitt af mínum aðal viðfangsefnum í doktorsrannsóknum minni er áallar tekjur heimila og þetta er svona smá útúrdúr frá því vegna þess að í leita að rauninni rannsókn á tekjum heimila, þá var ég að skoða þennan þátt sem að er, hversu mikið af skepnum kann eitthvað bandaheimili að hafa slátrað á hverju ári. Og þá er sérstaklega mikilvægt einmitt þessar geldsauðir sem að sauðfjárbændur héldu og til þess að reyna að finna svör við þessu og við skoða heimildir frá 18. öldinni, allt svo ritaðar heimildir búskaparhætti og þá er ýmislegt skrifað og það gefur mann ákveðna hugmynd hversu mikið af geldsauðum var eða hvernig geldsauður skildi halda og hvenær skildi slátraðum og svo framvegis. En síðan er ég rýni í tölulegar heimildir kvikfjártalsins 1703, jarðabókarinnar, þá fæ ég mynd sem er í ákveðni mótsögn við þessar rituðu heimildir og það er það sem ég vil aðeins skoða með til ljósi sem sagt harðinda á þessum tíma. Og ég spyr mig, voru geldsauðir einhvers konar sparifé bænda? Endurspeglast viðbrögð bænda við harðindum í fjölda geldsauðina? Það er frekar
frekar fáir sauðir meðað við það sem maður gæti haldið ef maður túlkar bókstaflega skrif svona búfræðinga seinna á 18. öldinni og þannig að þá ég að skoða hvert hlutfall geldsauða í þessum kveikfjártölum hann á tíma jarðabókarinnar og rýna þess í þessa búfræðinga 18. aldar, hvað þeir töldu eðlilegt, æskilegt, mögulega hlutfall sauða í bústafni og hugmyndin sem ég gerir mér svo eða svona kenning að hlutfall geldsauða kunna hafa minnkað í harðindum. Það kunna vera skýringin fyrir því að það sé færri sauðir heldur en ég bjóst við þegar ég fór að rýna í tölunar og að fjöldi hafi síðan aukist í betri tíð. Sko það mikilvægt að átta sig á kerfi, þessu búskaparkerfi þessum tíma og þá það að ólíkt nútímanum þá voru skepnunar látnar lifa lengur og sem sagt lambrútar lifðu voru geldir og þá haldið þessi geldsauðir nokkra vetur og kannski alltaf 4-5 gefa heimildina til kynna og síðan það sá kannski það atriði í þessu að geldsauðirnir voru í rauninni óþarfir fyrir viðhald og vöxt bústofnsins. Nú eðlilega maður hugsar málið að þá ef að bóndi myndi slátra öllu sínu á þá var hans búskap eiginlega lokið en hann gat slátrað jafnvel öllum geldsauðunum og síðan haldið áfram. Þannig að það kunna hafa verið einhvers konar rökrétt viðbrögð við erfiðleikum ef að það vantaði nú að greiða skuldir eða bara hafa ísu á og svo framvegis. Nú, svo ég líti aðeins á þetta atriði með æskilegt geldsauðahald samkvæmt búfræðingum 18. aldar. Það liggja fyrir mikil skrif búskaparhætti almennt á seinni hluta 18. aldar eftir Ólaf Stephensen, Skúla Magnússon, Magnús Ketilsson, ýmsa fleiri menn sem voru svona í yfirstétt þessum tíma og þetta voru upplýsingamenn og voru mikið að skrifa og svona ræða búskaparhætti og það mikilvægt kannski við túlkun á þessum heimildum átt að sjá að þeir eru jöfnum höndum að tala hvernig búskaparhættir á Íslandi eru og svo annars hins vegar hvernig þeir ætti að vera og vandinn við túlkun á þessum heimildum að greiða þarna á milli. Sko Ólafur Stephensen sérstaklega skrifar sauðfjárbúskapinn og dásamar hann í alla staði og í þessari ritgerð gagnsmunni af sauðfé þá telur hann til verðmæti og sérstaklega þá að 4 og 5 metra gömlum sauðum sem að honum þykir vera eðlilegur aldur til að slátra sauðum og eða besti aldurinn þá hafi þeir náð hámarki síns verðmætis og þetta í sjálfu sér stutt af búalögum verðmæti sauða margfaldast, þetta kemur fram í búalögum í skrifum Skúla Magnússonar og Ólaf Stephensonar og þarna allstaðar að þeir vaksa og gefa af sér meiri kjöt, meiri mör og ull og svo framvegis með hverju vetrunum, cirka fram að 4 vetra, kannski 5 vetra aldri. Og Ólafur hann fer í það að reyna að reikna vöxt ímyndas sauðfjárstofns og byrjar það með ákveðna tölu og reiknar síðan hvernig þessi stofn vex og dafnar á 10 ára tímabili og það áhvert að líta þar á fjölda geldsauða 2 vetra og eldri oft ekki gerður greinamunur bæði í kvikvertölunum og í þessum skrifum þannig að ég setja alla saman í eitt flokk tala sem bara geldsauði 2 vetra og eldri og
að loknum 10 árum hjá Ólafi að þá eru sauðirnir álíka margir og ærnar, 1 á móti 1 hlutfall. Og ég fór í það að skoða, prófa að reikna þetta líka sjálfur, hvernig væri æskilegt gjaldsauðahald, einhvers konar einfaldað módel. Og ég gef mér þessar forsendur sem eru að æra í 1 lamb á ári, það sé engin afföll og engum lömbum, engum veturgamlu skepnum slátrað. Á með slátrað 7 vetra, það svona stutt af heimildunum að það sé 7-8 vetra, þá sé nú fara eitthvað að slá í þar eða betra að ekki halda það mikið lengur. Og það myndi því að 20% af ærstofnunum skorin árlega. Höfum við að það ekki orðin ær fyrir núna, telst ekki að það fyrir núna orðin 2 vetra. Svo geldsauðirnir, ef þeim slátrað 4 vetra akkurat, sem ég gef mér, að þá myndi það því að 3/3 af sauðum 2 til 4 vetra slátrað árlega. Og ef að ég reikn út úr þessu og þá fæ ég út rauninni óháð því hver stofnin í byrjun, þá verður fjöldi á sauða þannig að hlutfallið cirka 1,26 á móti 1, altså ær á móti sauð, 5 ær á móti 4 sauð, og þetta nokkuð nærri hlutfallið, þessu 1 á móti 1 hlutfalli, ídeal hlutfalli kannski, Ólaf Stephensen. Og þá ansi margir sauðir. En hvernig þá raunveruleikinn í kvikfjártölunum? Og svo ég víkja að þeim, að þá eru við með þessar tölulegu heimildir, það jarðabókin 1714, kvikfjártalið, skráð allt 1703. Nú, hér á kortinu má sjá svona hvenar jarðabókin skráð vegna sem hún skráð mörg ár og hvaða kvikfjártalinu varðveitt, það aðeins 60% af því varðveitt og líka hluta af jarðabókinu sem glataðist, sem þarna Austurland. Nú, það sem eru skálínurnar þarna á kortinu þar vantar kvikfjártalið og svo eru litirnir, þeir gefa til kynna hvenar á hvaða tímabili jarðabókin skráð. Svo ef ég leita þá, reyna að gera mér það mengi af reppum þar sem að eru tölur úr báðum heimildum og ég ætla að rýna aðeins í þá. Það aðeins 3 reppar skráðir í jarðabók 1703 sem eru með kvikfjártölur og eru líka varðveittir í kvikfjártölunu 1703. Þannig að það samtímis. Ég segi hérna með nothæfar tölur í sumum hreppum vantaði rauninni engin fjöldi sauða. Hver svo sem ástæðan fyrir því að þá ákvað ég að sleppa þeim hreppum alveg úr. Það geti ruglað þetta. Og svo eru líka hlutar af landinu jarðabókinni þar sem að eru engar kvikfjártölur og svo hluti af Suðurlandi sem að ég ennþá ekki með aðgengilega tölur, ekki skráningu á kvikfjártölunum ekki lokið ennþá. Þannig að ég hafði þar ekki til að vinna með, þetta fyrst og fremst Norðurland og Vesturland frá Borgarfjarðarsýslu sem að inn í þessu. Og ég ætla þá að bera þeim saman fjöldan milli heimilda og hér í töflunni línurnar eftir hvaða ár hrepparnir eru skráðir í jarðabókina og svo ærfjöldin í þessum 2 heimildum og það þarf að hafa í huga að neðar í töflunni þar sem skráð seint í jarðabókina þá ekki sama ár og kvikfjártalið. Efsta línan, þar sem skráð 1703, þessi 3 hreppar sem skráð sama ár í báðum heimildunum, áhört að líta hana til þess að kannski átta sig á misræmi á milli heimildina og hversu vel getum við borið þær saman. Og það nokkuð misræmi í að minnsta kosti ærfjöldanum
Það gæti skýrst að því að gimbrar séu taldar vera ær. Ég hafði ekki gimbrafjöldan með þarna, ég set hann ekki hérna með en það dugir samt ekki til að skýra, ég aðeins reynd að reikna það. Það er eitthvað sem sagt almennt er í öll þessi ár, öllum hreppunum eru fleiri ær í jarðabókinni. Það verið sérhvert ár. Og hver svo sem ástæðinni fyrir því. En fyrir þessi hreppa sem ég koma seinna, þá er þetta mögulega skýring svo að fénu hafi fjölgað, samanborið við fjöldan 1703 í Kviðkvartali. Svo ég líti aðeins á sauðina, sömu hreppar, og þá er reyndar færri sauðir í jarðabókinni 1703 og svo svo eykst mismunurinn þannig að það eru fleiri sauðir í jarðabókinni. Nú fyrir árin sem koma seinna vert að benda samt á að síðustu 2 árin 1713-14 og það er bara einn hreppur á bakvið hvert ár, ekki svo mikill fjöldi. Það sem er eiginlega merkilegt í þessu er hvað lítill munur er, það að segja fjöldin helst tiltölulega stöðugur, ef við förum aðeins aftur yfir í ærnar, að fjöldin helst hlutfallið á milli heimildanna helst tiltölulega stöðugt, hvort sem eru ærnar og sauðirnir. Og raunar, svo að ég líti bara á allt sauðfé, nema lömb, þau eru ofta ekki talin, að þá er bara, fyrsta lagi er þá fyrir heildina er ágætt samræmi á milli heimildina árið 1703 og svo er svipaður fjöldi líka á seinni árunum, þannig að það er ekki mikill vöxtur í fjöldanum, þó, 1708-9 er kannski 30% meira fleiri í sömu hreppum milli jarðabókar og Kviðkvatals. En svo er ær á móti sauðum með þessi lykil tala sem að ég er að horfa á og rifjum upp að Ólafur Stephensen í sínu ideal módeli, kannski drauma sauðfjárbúskapurinn, og þar er endara með að vera einn sauður fyrir hverja á cirka. Í einfaldaða módeli sem ég sett upp 1,26 ær á móti sauð, sem sagt svipað, en í heimildunum eru miklu fleiri ær heldur en sauðir. Og það er öll ár, allir hreppar. Það sem að, nú ef að kenningin það að sauðir hafa verið fáir sauðir þegar stutt eftir harðindi og svo hafið þeim kannski fjölga, bændur verið að byggja upp bústofnun aftur, betri tíð, að þá er þetta hlutfall átt að minnka og kannski leita í þetta 1:1 hlutfall. En í rauninni gerir það ekki. Þarna til þess að túlka þessa töflu rétt þurfum að eiginlega bera saman fyrir hvert ár. Hvert er hlutfallið í Kviðkvartalinu og hvert er hlutfallið í jarðabókinni. Og það er bara frekar svipað. Og verðum líka að hafa í huga að þarna var heldur fleira af ám í jarðabókinni sem að gæti verið fyrir einhvern mun í skráningum milli heimildana, mun í hvernig féð var skráð, hvert heimili. Og svo að í neðstu línunni erum við með hlutvall, sem sagt heildar hlutvallið sem er mjög svipað fyrir
alla hreppi óháð árum, hvenær þetta er skráð, sem er þarna 3,4, 3,5 og rauninni helst þetta hlutfall milli, altså ær á móti sauðum, ég er þarna á bilinu 3, 2,5 upp í 4, þarna á þessu bili. Kenningin þá að, og hvað þá kenninguna að bændur hafi byggt upp sauðafeldan eða skorið hann eftir þegar það var erfitt. Já, mögulega minnstakosti sýnir sig ekki í þessum tölum og hugsanlega það bara hafði að gera með þetta tímabil að það hafi verið erfið tími, það var stórabóla sem er annars eðlis heldur en hungursneiðin eða harðindin sem að gengur á undan og það er í sjálf sér áhugavert að sjá þetta hlutfall annars vegar raunhlutfallið á móti því sem að þessir herramenn seinna á 18. öld voru að gefa í skinn eða heimildinar og það skýrist þá af því að íslenski bóndinn var auðvitað ekki stórbóndi eins og Ólafur Stephensen, hann þurfti að mæta og balansera skammtímahagsmuni á móti langtímahagsmuni hefur vantilega ekki búið við samskonar fjárhagslegt öryggi og eðlilegt að við þurfum að skera skepnunar yngri bara til að mæta einhvers konar erfiðum aðstæðum. Eina leiðin til að skýra þetta hlutfall, og hef ég prófað það í svona módeli að sjá hvernig getur orðið þetta hlutfall 3-4 ær á móti sauð. Eina leiðin er að það sé töluvert skori líka af veturgamlum skepnum. Þannig að segi mér að það hafi verið lítur að vera lutaði, ekki bara að aðlaða til 4 vetur eins og Ólafur Stephensen hefði viljað. Það er lokið máli mínu og þá er málstofunni lokið. Takk fyrir.